við erum að sjá 400 mann sem var sagt upp á Play, atvinnuleysi að væntanlega þá að aukast eitthvað og við erum kannski að tala 1000 manns hérna sem hafa verið að missa vinnuna að undanförnu, meðal annars í tengdum fyrirtækjum tengdum sjávarútvegi og þess áttar. Þannig að það er svona hvað ég að segja, það er ekki bara kólnun, heldur það er líkur á því að það sé farið að horfa kannski á aðra þætti heldur en bara verðbólgu. Spurning, Ragnar Árnason hefur meðal annars hagfræðingur hefur meðal annars rætt þetta, hvort að þegar þú ert að taka Seðlabankinn, jú, hann horfir bara á verðbólguna, en eru menn kannski farnir að tala þá það að það er að myndast aukið atvinnuleysi, það verður neikvæður ávöxtur 5 ársfjórðung af 7. Hvernig er staðan á öðrum mörkuðum? Gengi krónunnar hefur ekki hjálpað til í allavega ferðabransunum eða útflutningsatvinnugreinunum, þannig að það er svona spurning hvort að stýrivextir fara kannski jafnvel svona í framtíðinni. Erum við ekki, mér varst þetta ágætt orð hjá þér, þetta kulnun inn í þessa umræðu, ekki bara kulnun heldur kulnun líka, vegna þess að maður skynja það að það er, og mér varst harðari tónn í fulltrúum atvinnulífsins núna við þessa vaxtaákvörðun. Sigurður Hannesson var nú bara hreinlega nokkuð aggressífur og bara hann var mjög aggressífur. Hann var bara svona talaði. Ég heyri nú að það er einhverjum sem hafa farið að kalla hann reiðasta mann atvinnulífsins. Þetta hefur verið einhverjar stúlkur sem eru með hlaðvarpsþátt sem er nú kannski ekki endilega rétt lýsing á Sigurði, en mér fannst hann vera svolítið að tala eins og maður sem við það að missa þolinmæðina og ég heyri það í fleirum og það er greinlegt að jafnvel þó yfirlýsing peningastefnunefndar sem birtist samhliða sé svona að sé þokast í rétta átt og annað slíkt. Ég held að það verði bara ansi harður tónn, nú er 19. nóvember næsta vaxtaákvörðun og við erum að sjá bara svona taka mjög mikið innan úr ýmsum starfsgreinum, væntingar, við þurfum aðeins að fara yfir það hérna eftir, væntingar eru bara að minnka mjög mikið og jafnvel þó að Seðlabanki sé á verðbólgumarkmiðunum, þá verður hann líka fara aðeins að vera framsýtt og hérna, þannig að þetta er auðvitað bara spurningur hvenær hann finnur þessa tímasetningu að koma þarna inn með vaxtalækkun og svo auðvitað ríkisstjórnin þarf náttúrulega að fara bara átta sig á því að það sem hún er að gera í skattamálum og öðru slíku hefur bara afleiðingar og þannig að ríkisstjórnin, ég held að sé bara erfiðir mánuðir framundan hjá ríkisstjórninni, fari gegn með fjárlagafrumvarpið, tekið forsendur frumvarpsins greinilega í mikilli óvissu, þannig að þetta verða vandasamir dagar, en ef við ekki að kíkja á hérna, þú varst með ágæta samantekt hérna væntingar sem eru bara þessa minni bjartsýni. Já, ég tók þetta saman í dag, þetta er tekið af heimasíðu samtaka atvinnulífsins og það er minni bjartsýni á meðal forstjóra á Íslandi og sýnir okkur það. Já. Við erum kannski, þetta er náttúrulega sláandi eins og þú sér þarna, Þetta er þetta bara áhyggjuefni að sjá þetta, Þetta eru mennirnir sem eru með puttan á púlsinum. Förum aðeins í næsta graf, þar sjáum við þetta kannski enn betur, það eru verstar eru horfundar eða væntingarnar í sjávarútvegi og svo bara sýnir þetta sig, það er iðnar og framleiðsla, það er nú Sigurður þá væntanlega. Þessi rauðmerta tala, hvað sýnir hún? Hún sýnir sem sagt inn í þessu grafi, ef þetta fer niður fyrir 100, að þá er jafnmargir, þá er það 0, sem sagt, þá er balans í sem sagt bjartsýnir og neikvæður. Ef það færi alveg niður í 1 þá væri það bara svartnætti þannig að ef eitthvað fyrir úr 143 þá er það sem sagt mikið bjartsýni, það er eitthvað góð bjartsýni, en fyrir niður í 46 eins og í verslunni þá segir okkur það að það er bara þarna hafa menn verulegar áhyggjur, það er bara svoleiðis.